Já, við könnumst við, það eru margar kenningar í sambandi við jörðina okkar og sólkerfið og hvað er að gerast. Það sjá allir að það er aukning á veður og afbrigðilegheitum, það sem var áður svona kannski yfir ákveðið stórt landsvæði voru svona jafnara veður og nú er kannski á öðrum staðnum orðið bara stormar og brjálaveður og róleg og eitthvað annað á hinum staðnum. Það er að breytast ákveðið veðurfars hlutföll á jörðinni. Og það sem er svo merkilegt að þetta er ekki bara að gerast hérna á jörðinni, þetta er að gerast í öllum stjörnum sólkerfisins og í sólinni líka. Sólin er að sýna ákveðna segulmögnunar einkenni og það virðist vera að sólkerfið í heild sé að ganga í gegnum einhverja þrengingatíma. Og þetta getum við lesið ef við lesum sögu okkar mörg þúsund ár aftur í tímann, þá sjáum við það verið að lýsa alls konar svona atburðum. Við getum bara, til dæmis eftir að ég frelsaðist og fór að tala við vini mína í kringum mig og var að segja frá Nóaflóðinu eitthvað slíkt, þá bara venur Nóaflóðið, þetta er nú bara eitthvað rugl sko. En núna eru menn að tala að við pólskipti þá geta myndast nákvæmlega sömu aðstæður og voru í Nóaflóðinu, það getur bara flætt yfir allt saman. Þannig að það er svo margt skrítið við það. En það sem er að gerast núna er að póllinn norðurpóllinn, hinn raunverulegi segulpóll, hann er að færast og kannski ef ég reyna að útskýra það, þá færist hann kannski á fyrsta árinu. Ef ég reyna að útskýra það, þá frá því hann byrjaði að hreyfast fyrst, þá hreyfist hann kannski svona á 20 árum. Síðan voru næstu 20 ár hreyfist hann svona og svo síðustu 20 ár er hann búinn að hreyfast svona. Þetta er nú ekki nákvæm vísindi, það er hægt að finna á netinu nákvæmlega hvernig þetta er. Þannig að póllinn, hinn raunverulega póll er að færa, en síðan vita við allir GPS-tæki og við stillum bara tækin okkar, þannig að norðurið okkar er alltaf í sömu átt. Sama sem er ljóshraðan. Flestir telja bara ljóshraði sé einhver fasti, það er ekki rétt. Ljóshraði sveiflast líka. Ég heyrði haft eftir vísindamanni sem var verið að tala við þessar breytingar á ljóshraða. Og hann var spurður, mælist þetta ekki á mælunum hjá okkur að ljóshraðinn fari upp eða niður? Nei, við stillum bara, núllstillum alltaf við. Þannig þeir kalibrera mælana sína eftir einhverjum ímynduðum ljóshraða. Þess að sita núll, þannig að þú sérð ekki sveiflunar í ljóshraðanum sem slíkum. Og sama gildir segulmagn jarðar og fleira slíkt. Það segulmagn, það er alls konar raffræðileg atriði sem er að gerast líka í heiminum. Eða í sólkerfinu og þannig að það er óbúslega mikið í gangi og það merkilega er að það kemur ofsalega lítið umræða þetta eða vísindamenn bara að segja helst ekki neitt og alls ekki sannleikann hvað er í raun þeir eru að sjá og á mælitækjum sínum og hvað er að gerast og við sjáum það í elítumafían er ekki bara byggja neðanjarðar byrgi, þeir eru að byggja neðanjarðar borgir fyrir sig. Það sem þeir alltaf bara, þegar allt fer í klessu, þá alltaf þeir bara loka sig inni og hafa það gott, og meðan við erum í einhverjum vandræðum á yfirborðinu. Þannig að það eru einhverjar raunverulegar breytingar og til dæmis og það er eiginlega ekkert sem að mannkyn hefur með það að segja. Og þessi að telja okkur trú það að við með útblæstri og pústurinn bílana okkar sem hafa einhver áhrif á náttúru jarðar er bara blekking og lygi. Það minnir mig oft á þegar maður hugsa sig í jarðkringluna. Það minnir mig á brandarann þegar að maurarnir réðust allir á fílinn og allir að drepa hann. Og fílinn bara hristi sig þannig að maurarnir duttu allir af. Nema það var einn maur eftir sem hékk á hálsinum alveg bara og hélt dauðataki í hálsin. Þá hrópuðu hinir maurarnir frá þurrunni, já, kyrtan Emil, kyrtan. Þannig að við mannfólki virðist trúa það að við getum kyrt jörðina. Ég held að sé frekar á hinn veginn að jörðin fer létt með að kyrkja okkur ef henni sýnist svo.